Já, komiði sæl og blessuð og velkomin í umræðu fjölmiðla eins og jafnan hjá okkur hér við rauðaborðið á samstöðunni á mánudögum. Það má segja að það hafi myndast rík hefð til þess að ræða fjölmiðla og blaðamennsku í ýmsum myndum. Ég held að fyrsti þátturinn hafi farið í loftið bara í annarri viku í janúar og við höfum ekki orðið vöru við annað en að það sé töluverð eftirspurn eftir umræðu fjölmiðlun og blaðamennsku. Þannig að við höldum áfram á meðan einhver horfir á okkur. Nú, það er svolítið óljós hve margir gestir verða hér við rauðaborðið í þessari umfjöllun hér hjá mér í dag, en þeir verða minnstakosti 2 og sá þriði gæti bæst í hópinn þegar líður á umræðuna. Þeir sem eru í sannarlega í húsi eru Páll Ásgeirsson, fyrrverandi blaðamaður. Velkomin. Takk fyrir. Og svo ungi maðurinn í hópnum, nýverðlaunaður Bjartmar Oddur Þeyr Alexandersson á Heimildinni. Takk. Velkomin. Takk. Ef ekki að gefa þér aðeins sviðið, af því að þú varst að fá rannsóknar blaðamennsku verðlaun í síðustu viku. Rifjaði aðeins upp þá sögu. Hvað gerður þú svona vel og fólkið í kringu þig? Já, það var nú ekki bara ég, það var Sunna Ósk Lóðadóttir líka. Sem ég reyndi vel að merkja að fá í þáttinn, en hún er bara upptekin. Já, hún er afskaplega upptekin þessa dagana. En já, við skrifum fréttum bandarískt fyrirtæki sem heitir Running Tide. Já. Og er frægt fyrir að hafa hent þessu timburkurli í sjóin eins og flestir eru núna búin að lesa ykkur staðar á einhverjum miðlum. Já, þetta er einhver furðulegasta frétt sem maður hefur bara séð lengi. Fyrir mig. Já, þetta er svona eina af með þessum fréttum sem svona einhver megin á að vera undir radarinn þegar þeir eru að gera það. Þeir voru mikið í frétti þegar voru að tilkynna hvað þeir ætluðu að gera sem að þeir sögðust ekkit opinberlega ætluðu bara að fara að henda timburkurli. Þetta átti að vera mjög þróaðar baugur með þörungum sem áttu að vaxa og svo áttu þeir að sökkva til sjós og þá áttu þeir að hafa búið að vera að grípa koltvísýringin með vexti sín. Sér endaði síðan bara það var búið að taka eitthvað kalkstein og henda timbur sem var búið að saga niður í Nova Scotia. Já. Og bara hendi í sjóin, sko. Þetta var ekki vísindalegra heldur en það og í raun og veru þeir vísindamenn sem við ræddum við sögðu bara að, ég meina það er timbur úr kólefnum, það er alveg hárrétt en líka stólanir í þessu stúdíói eru úr kólefnum. Þannig ef við hendum þeim sjóin þá værum við í raun og veru að bjarga plánutunni. Þannig að þetta er svona eitt af þessum fyrirtækjum sem hafa fengið umfjallanum allan heim sem hafa verið í loftslagsmálum að segja eitt og gera svo bara allt annað. Og það er rosalega business sem getur opnast félögum. Já, þetta er $1,000,000,000 business í dag með þessa valkvæðu kolefniseiningar. Það vilja allir vera umhverfisvænir en það er engin tilbúin í fórnarkostnaðinn að gera það nema náttúrulega að láta einhvern annan gera og þá getur bara keypt þessi svokallu afsalsbréf og fyrir þínar syndir en þú vilt ekkit endilega taka til í þínum business og þegar olíufélög segja að þau ætla að vera kolefnislaus árið 2030, 40, 50 þetta er bara djók, sko. Það er bara að vera að leika sér að okkur og þetta nær aldrei því. Við getum ekki verið endalaust að þessu, sko. Heldurðu, þetta er spekulatíft, en heldurðu að þetta Running Tide dæmi hafi byggst að einhverju leyti upp á óskhyggju eða það hafi bara verið svona svindlhugsun þarna undir? Sko á þeim gögnum sem að við höfum séð þá náttúrulega voru vísindamenn að reyna að gera eitthvað hlut. Þeir voru að reyna að rækta stórþörunga út á hafsjó við Íslandsstrendur og ég held ég að við lesa það best í umsögn Landhelgisgæslunnar sem spurði hvort að fyrirtækið hafði einhverju hugmynd hvernig sko íslenskur sjór í febrúar út á hafsjó. Að þú veist hvernig á eitthvað að lifa þar á einhverjum baujum. Sko, jú, óskhyggja er eitt en þegar stjórnendur fyrirtækisins taka þessa ákvörðun að fara alveg út frá vísindunum og bara til þess að redda sér því þeir voru búin að selja einingar áður en þeim voru búin að gera eitthvað. Þannig voru komin í skuld. Þannig þeir ætla að borga þessu umhverju skuld með því að bara henda timbri í sjóin sem var búið að setja eitthvað kalkstein í. Og
og afhentu síðan bara stórfyrirtæki eins og Microsoft og Shopify kolefniseiningar sem þeir notuðu til þess að kolefnisjafna sko sína mengandi starfsemi. Þú veist, við fengum einmitt og mikið ráðist á okkur meðal annars kallaði trumpistar og eitthvað svona fleira að þetta væri bara nýsköpun. Já, sko nýsköpun eitt að rannsaka, að finna hvort það rétt að leiðin sé, en þetta var bara meiri nýsköpun. Þeir fóru og gerðu einhverja vöru sem reyndist bara að vera svindl og seldu síðan vöruna. Og það köllum við bara á hreinni íslensku vörusvik. Við köllum það ekki nýsköpun að selja þér eitthvað sem að, er ekki eins og það á að vera. Ef ég selði þér ónýta brauðri sem virkar ekki, það er ekki nýsköpun að ég sé að treysta á það að þú bara risti brauði í höndunum að þér, sko. En þú fundið fyrir miklum svona korporískum þrýstingi að gera annað en það sem að þú varst að vinna. Já, blessaði, við lentum í þessu saman með Carfix, það var þetta rángfæslur og það verið að ráðast á vísindamennun okkar, við skrifum ekki staf vísindi, ekki eitt staf í allri greininni, en samt var ákveðið eitthvað megin að við varum að ráðast á vísindin, bara og það náttúrulega svolítið þegar eru svona rosalega mikli fjárhagslegir hagsmunir. Running Tide var yfir $50 million fyrirtæki, Carfix náttúrulega margra milljarða fyrirtæki, að leiðu þú efast eitthvað eða kemur með gögnin í umræðina að þá ertu bara óvinurinn. Hvernig gengur þér að höndla svona þrýsting? Læti, leiðindi. Ég er náttúrulega bara svo rosalega leiðilegu maður að eðlisfari að mér finnst það bara fínt. Þú veist, ég líka bara ég veit alveg hvað leikur þetta er. Þú veist, ég veit alveg hvað þeir eru að spila og ég veit að þeir eru að reyna einhvern veginn að bjarga sér, ég veit að þeir eru að reyna að láta þetta ekki lítið illa út og svo er bara fullt af fólki sem er með yfirmenn sem það þarf að svara og það þarf að gera vinnuna sína og þá sér maður þetta koma svona viðbrögð en jú, þetta er rosalega erfitt fyrir blaðamenn og eins og bara mínir kollegar hafa lent upp á heimildinu og RÚV og annars staðar að hvað stórfyrirtæki geta verið með endalausan pening til þess að hendi í okkur að ráðast á okkur raun og veru. Og það, ég meina, ég hef aldrei upplifað jafn mikið og mínir kollegar gerist til dæmis í Samherjamálinu, þannig ég veit ekki hvað ég myndi til dæmis enda þar, en og aftur, á þeim árásum sem ég hef orðið fyrir hvort það hafi verið þegar ég fann plasti í Svíþjóð eða þegar ég verið að ráðast á endurvinnsliðina með mínum fréttum, að fyrirtæki reyna alltaf það er bara hluta leiknum, ég sé það þannig en mér finnst það mjög hættulegt að fyrirtæki ná eitthvað megin að koma mögulega og sko rugla umræðina að efast eitthvað sér rétt, segja svart sér hvítt og með að samfæra með fólk. Manstu blábyrjun þessa máls hjá ykkur Sunnu, hvort það var símtal, ábending, eitthvað á internetinu sem þeir rákuð augun í eða hvernig það byrjaði? Sko, ég var búin að fylgjast með þessu fyrirtæki og Sunna svona á kantinum. Við vorum að sjá svona einu fréttatilkynningu og svo erum við að fengum við tölvupóst frá sem sagt vísindamönnum sem voru að forvitnast þetta. Og við rættum síðan fyrsti vísindamann sem við rættum við var professor Emeritus Jón Ólafsson, einn okkar helsti sérfræðingur bara í heiminum nánast. Þannig að það kveiknuðu spurningar í hans höfði. Já, og hann fór að svona senda á okkur sínar hugleiðingar og svo fórum við bara að skoða síðan bakgrunn fyrirtækisins, hvað er bakveða, allt efni sem er til, vísindarannsóknir sem þeir sögðust hafa haldið fram. En hann var í raun og veru svona myndi ég segja hann hafi verið stæðsti neistinn þegar það kemur að svona vinna þessi mál en svo er það oft bara þannig að við erum einhvers stað bara að lesa einhverja fréttatilkynningu og þá bara kemur einhver hugmynd hjá okkur. Þetta er alls mjög áhugavert og þjóðþrifamál og eina af þessum sko, ég man alveg tilfinninguna fyrst þegar ég las þessa úttekt. Mér finnst þetta alveg stórmerkilegt mál
og stór merkilegt eins og okkur öllum að þetta skildi þróast með þeim hætti sem það gerði og maður getur ekki alveg sagt að það hefur komið á óvart hver örlögin. Nei, það svona var þessi líka hvernig hið opinbera líka sko faðmað þetta verkefni hratt og örugglega og það var líka hluta af fréttinni að aðgengja stjórnmálumönnum þegar kemur af fyrirtækjarekstri skiptir augljóslega miklu máli. Af því þarna búið að sko skrifa undir viljayfirlýsingu við fyrirtækið án þess að ráðherrarnir voru búin að fá kynningu á fyrirtækinu. Þannig að sko þú ert búin að kvitta upp á einhverju viljayfirlýsingu án þess að viti nákvæmlega hvað þú ert að kvitta upp á. Og það er bara ekki þekkt oft í viðskiptaheiminum en þarna virðist að vera þekkt í pólitíkinu og svo að gelda umhverfisstofnun að koma eftirlitinu hennar frá í raun og veru með úrskurði ráðuneytisins þegar Guðlaugur Þór stígur til hliðar og Bjarni Ben kemur inn í ráðuneyti og kemur með þann rökstuðning að hér sé ekki varp í sjóinn að ræða, það sé ekki vera í raun og veru hendur inn í sjóinn að því þetta er rannsókn og þar lendi ekkert eftirlit með aðgerðunum. Bjarni þarna, hann vill þetta af því að þessu fylgja peningar og Við fundum ekkert ástæðu akkur að vildi þetta en augljóslega kemst hann þessari niðurstöðu og maður sér þá að leið og það kemur og þá fer verkefni á fullan kúrs og þannig að sjá hvernig business og stjórnvöld tala saman í sumum verkefnum ekki öðrum það líka finnst mér mjög athyglisverður vinkill í fleiri málum heldur en bara þessum sko. Þetta allt mjög áhugavert. Páll Ásgeir, við unnum einu sinni saman reyndar þá var ég öðrum megin hryggjar en þú, ég var starfsmaður DFF á Akureyri, þú varst starfsmaður DFF hér á höfuðborgarsvæðinu og ef mann rétt þá varst umsjónarmaður Helgablaðsins, passar það ekki? Jú, það passar. Hvað ég veit ekki hvort þau fylgst með þessum fjölmiðla þáttum hér hjá okkur við Rauðaborðið en ég er alveg viss að þú ert mjög meðvitaður að staða blaðamennsku á Íslandi, hún er veik. Hún er það, já. Þessa mundir. Já. Og mér langaði aðeins til þess að forvitnast á þér svona, hvað varst þú lengi blaðamaður? Ég byrjaði blaðamennsku 1984 á Vestur Ísafirði á héraðsfréttablaði sem hét Vestfirska fréttablaðið Hörkublað og það var áhugavert að byrja þar því að maður þurfti að gera allt sko. Ertu að vestan sjálfur? Já. Þannig að sko, þú skrifa fréttirnar, þú prófarkalest þær og þú tekur myndirnar og í mín tilfelli þá framkallaði ég það líka, ég lærði á myrkraherbergi og svo hjálpar til í prentmiðlunni þegar verið að brjóta og líma upp og þetta. Þannig að svo fór ég á mölina eins og allir sveitamenn og endaði niður á, ég tók sem sagt aldrei langan tíma sem að ég var í lausamennsku alls konar, en það svona markerast af 2 tímabilum inn á DFF sem ég kalla oft í svona fyrra og seinna tímabilið. Fyrra tímabilið frá 88 til 92 og seinna tímabilið frá 99 til 2003. Þannig að þetta svona, þar á milli var ég í alls konar undarlegum verkefnum að vinna á tímarittum og frílansa fyrir tímarittin sem þá voru miklu fleiri og það var svona blómlegri iðnaður. Svo var ég fór ég upp á útvarpi, dagmálútvarpi Rása 2 nú man ég þetta ekki 2 ár. En 2008 eða upp úr hruni, þá hafði ég verið hríð að ritstýra tímariti útivist, sem hét Útivera, sem að fór promptlega á hausinn í hruninu, náttúrulega. Og þá tók ég svona kannski örlítið meðvitað ákvörðunum að hér eftir þá myndi ég hætta að starfa í fjölmiðlun og færa mig yfir í það sem að tengist leiðsögn og útivist og náttúruskoðun og þess áttar. Þessi yfirfærsla tók smá tíma en það hefur svona það ég man ekki lengur hvenær ég skrifaði síðast í ætla að geti hafa verið svona kannski kringu 2010, 12, 13 eitthvað svoleiðis. Þá var ég að skrifa einhverja pistla í Kjarnan minni mig
og eitthvað. Fannstu þið mjög vel í blaðamennskunni þegar þið leið best? Þetta skemmtilegt starf. Það engin vaf á því. Og það svona, þetta starf veitir þér ákveðin, þetta stundum sagt að þetta sé lífstíl sem það að vissu leiti, það ákveðin manntegund, tegund af fólki sem að þrífst betur í þessu heldur en öðru, að vera með blaðamannshattinn, sem að kallaði það, að það gefur þér leyfi til að taka upp símann og hringi hvern sem og spyrja hana nánast hverju sem eða banka á hvaða dyr sem og það, að vinna þessu fæði, það gerir þig svona gagnrýnin á allt sem það verður fyrir þér vegna þess að yfirborðið yfirleitt annað heldur en það sem undir hvernig manni gengur síðan að koma að hjálpa lesendum eða hlustendum eða hverju það eru að skyggnast undir þetta sama yfirborð, það getur verið aðeins flókið og tekst misvel eftir atvikum. Svo náttúrulega starf blaðamanns á Íslandi til dæmis á dagblaði. Það rosalega mótað af því að eins og maður heyrði oft, blaðið kemur út á hverjum degi og þá þarf eitthvað að standa í því. Þannig að þetta á sama tíma, þú veist, þetta færiband sem að þarf að moka á hverjum degi. Og það í sjálfu sér kallar fram ákveðið vinnulag sem að ekki endilega gott í öllum öðrum verkefnum. Þetta svona, gamlir blaðamenn svona fólk sem að ef þeir hafa ekki deadline þá gera þeir ekki. Skilurðu? Og fylgir þeim kannski ákveðin framkoma sem að þykir ekki ásættanlega í dag? Já, það þú græðir margt á starfi. Þú færð gagnrýnið hugarfar og góður blaðamaður, hann heldur því til æviloka, hann hefur tilhneigingu til að vera frakkur og ósvífinn við þá sem í kringum hann og svo fær hann náttúrulega mjög fínan og vandaðan skráp gegn alls konar skömmum það eins gott og hótunum þess vegna það kemur alltaf en jafnvel þeir sem eru með áratuga skráp eins og Þórður Snari Júlíusson sem satt hér daginn og spjallaði við mig af hverju hann hætti í blaðamennsku. Hann sagði bara hreinskilnislega að þóttan hefði náttúrulega verið komið mikinn skráp þá var það nú samt kannski þetta sem að vóg þyngst að hann hættir að það allt áreitið, það allt vesennið og það allar árásinnar eins og þú varst aðeins í áðan með þrýstingin og maður veltir í fyrir sér að hve miklu leyti bara kröfur okkar til samtímans og þess að allir séu bara svona með þokkalega framkomu að hve miklu leyti þær hafi skapað þann flótta sem hefur orðið úr þessari grein að mjög margir reyndir og frábærir og góðir blaðamenn, þeir ekki bara á Íslandi heldur út allan heim, þeir hafa leitað úr fjölmiðlunni yfir í eins og þú fórst í ferðaþjónustuna og maður aðeins að velta fyrir sig núna í seinni tíð að hve miklu leyti bara svona maður spyr sig bara er lífstílinn í blaðamennskunni og þetta starf áritið sem fylgir því bara árið 2025 ekki gert kröfurnar sem við gerum til bara þægilega heita í lífinu þetta bara risa áreist? Já, það náttúrulega bara eins og Freyr Gíu Gunnarsson sem vann einmitt blaðamannaverðlaun ársins í ár sagði að í ræðu sinni þegar hann tók við verðlaununum að þeir þrír sem stóðu þarna undan honum að taka verðlaunum væri núna allir að vinna fyrir stjórnmálaflokka. Já. Og það segir alveg ágæti sögu hversu þægilegt þetta starf fyrir flesta. Já. Að það miklu einfaldara að fara bara í upplýsingafulltrúa að komast á mun hærri laun á miklu betri vinnutíma á miklu minni ég segi ekki alltaf, það eru mikið að gera hjá sumum upplýsingafulltrúum ég á nú alveg sök á því líka að sumur upplýsingafulltrúum eru uppteknir því ég fer að senda spurningar en ég held að það bara miklu þægilegra og ég held að það sé svolítið hættulegt að fjölmiðlar á Íslandi séu megin í dag notaðir sem uppeldisstöð fyrir upplýsingafulltrúa. Það held ég líka og þetta finnst mér mikilvægt að ræða. Já, og það ef maður hugsaði sem einhvers konar kenningu, það gæti verið gott en þess að þá myndi maður vita að maður var að ræða við fyrrandi blaðamann og hann myndi vita hvað maður var að koma og annað. En stundum það ekki þannig. Af því hlutverk oft upplýsingafulltrúa
virðist vera svona með sko bara persónulega mína reynslu að bara að í raun og veru tefja oft, vera eitthvað svona dýraverðir upplýsingarna. Þeir eru reyndar, finnst mér aðeins jafn mismunandi þeir eru margir. En ég skil hvað þú segja. Já, þú ert náttúrulega fyrirvændi upplýsingafulltrúi. Jú, ég hef gengt þessu starfi. Akkurat, en það er einhvern veginn kemur oft þannig og maður fær það þannig í svörunum að maður spyr einfaldra spurningu og maður fær rosalega flókið svar sem svarar ekki spurningu. Ég veit alveg að þessi fyrirverandi blaðamaður, núverandi upplýsingafulltrúi skildi alveg spurningum sem ég var að senda. Hún var ekkert sérstaklega flókin. Nei. En þá kemur það einhver meginn upp einhver varnamekkanismi, þú veist, hann getur mögulega að láta þetta líta illa út, kannski er hann að fara að misnota upplýsingarnar og þar kemur aftur þetta sko traust á fjölmiðla. Eru þeir að fara að nota upplýsingarnar rétt? Eru þeir að fara að birta það fram? Og veist, ég skal alveg bara segja það, auðvitað getur svo hræðsla bara verið heiðarleg. Já. En það verður þá að vera ákveðið traust líka að þær séu ekki misnotaðar. Já. Og ég held að þessi leikur getur svona oft breyst. Einmitt. En hér kemur víst einhver höfðingi að læðast og rekka höfuð í stóla. Átti víst að sittast hinum Hér kemur góður gestur kallaður sem að ég sagði við ykkur áhorfendur góður áðan og hlustendur og það gæti verið að okkur myndi fjölga og nú hefur sá gleðilegi atburður orðið að okkur hefur fjölgað. Vertu velkomin til okkar með Sigurjón Magnús Egilsson. Já, takk fyrir það. Ég var bara að vinna heima í stinglindur. Já, það bara gerist. Ég enda komin áttræðisaldur, maður leifist ýmislegt. Svo varst að vinna í allan gærdag og hérna með syni Egils og hérna brála á kallinum. En já, við höfum aðeins verið að ræða sko, ég var óskonum hérna Bjartmari hérna til hamingju með rannsóknarblaðamannaverðlaunin sem hann vann í síðustu viku og hann búinn að vera að fara aðeins yfir það mál með okkur. Já, ég tek undir það. Já, og svo Óskinar. Já, Óskinar ekkert hitt sko. Svo var ég að tala við Pála og Ásgeir, þú náttúrulega þið þekkist vel það ekki? Já, það er átt sem við kynntumst. Já. Þá ungi menn. Já, ég var svona aðeins að hann búinn að lýsa svolítið vel, hefur mér fundist sko kostum blaðamennsku sem starfs. En þú varst líka að tala sko flóttan úr blaðamennsku yfir í upplýsingaiðnaðinn. Ég aðeins á Varðbergi gagnvart í að tala illum þá sem þar vinna. Ég hef sjálfur verið þarna. En ég vil samt halda þið til haga að ég vann í það bil 1 ár sem hérna upplýsingafulltrúi Þjóðleikhússins. Og þar vorum við ekkert mikið í að þegja yfir hlutum. Nei, það er meira þið voru oft einhver mjög mikið fyrir hlutum og við vorum eiginlega hinum megin við borðið að reyna alltaf að koma Þjóðleikhúsinu inn í alla fjölmiðla sem vildu við okkur tala. En stór hluti er auðvitað að því þú minnst á álagið sko. Þetta kristallast í þessum skemmtilega útúrsnúningi sannleikurinn mun ekki gera yður frjálsa, hann mun gera yður ærulausa. Því að auðvitað að vinna gröfhart starf sem að aukinheldur er illa borgað að þegar þú verður síðan fyrir hótunum, ofsóknum, linnulausum skömmum og svo framvegis það er mjög vel skiljanlegt að menn gefist upp á því að lokum en að því að þér finnst stundum eins og þú eigir bara andstæðinga, enga samstarfsmenn að þegar því að eitt er að fá gagnrýni og mótbyr í starfinu hérna út í samfélaginu frá hagsmunaaðilum sem að verða fyrir eru þáttakendur í fréttaflutningnum en það er líka óþægilegt sko að fá síðan sko fundi með auglýsingastjóra blaðsins samtal við ritstjóran sem að vill fá að vita af hverju maður sé að angra þetta góða fólk og svo framvegis. Þannig að þá finnst ég stundum eins og þú sért svolítið svona einn í þessu ferðalagi. Það var svolítið algengara kannski eða ekki á ykkartímum að ritstjórar voru að íta á eða forstjórar og eigendur og auglýsendur það ekki? Jú, það gerðist oft. Já, það gerðist oft. Ég get alveg sagt þér litla sögu af því sem að kristallerar hvernig þetta gat gengið fyrir sig. Þegar ég var að vinna á dagblaðinu á fyrra tímabilinu sem var milli 88 og 91-2, ég man þetta ekki nákvæmlega þá var öldru móðir mín heitin að vinna í niðurstöðarsminni í Óra og hún sagði mér það einu sinni í svona fréttum
að það væri svo mikið að gera í Ora vegna þess að þau hefðu þurft að taka inn gríðalegt magn af kavíar sem að versmiðan bjóð til og umpakka honum að því að hann var komið fram yfir síðasta söludag og að því að ég vann í neytendamálum á þessum tíma þá fundist mér þetta fréttnæm tíðindi og skrifaði þetta frétt og hringdi í verkstjóran sem að var aðeins fótaskortur og svona eiginlega staðfesti að þetta væri svona, já, það væri mörg horn að líta en svo gerðist tvennt. Annars vegar kom til, eða eiginlega þrennt. Í fyrsta lagi þá kom til mín nafni minn, Páll Stefánsson heitinn. Já. Held að sé allar persónur í þessari sögu dána nema ég. Hann kom til mín og talaði lengi við mig það hvað Ora auglýsti mikið í dagblaðinu og hvað þetta væri í rauninni ósanngjarn fréttaflutningur. Og hann hins vegar bannaði mér ekkert. Og Ellert Graham heitinn kallaði mig inn á skrifstofu til sín og sagði mér að talaði líka langt samband dagblaðsins og Ora og hvað Tryggvi Jónsson í Ora sem áreiðanlega dáinn líka og var það kannski þá það hefði verið að væri mikill ágætis maður og hvað þetta væri allt saman frekar ósanngjarnt. Og þriði þátturinn í málinu sá að starfsmenn eigendur Ora þeir áttuðu sig á samhengi hlutana þannig að þeir töluðu líka við mömmu og sögðu henni að þetta ef hún líkaði ekki vel að vinna í Ora þá náttúrulega auðvitað hefðu þeir fullan skilning á því hún fyndi sér starf einhverstaðar annar staðar. Það eru marga vítir í þessari sögu. Já, en það sagði enginn við neitt í þessu leikriti hættu þessu. Nei, en það var bara sagt með öðrum málum. Það er sagt með öðrum málum. Já, en það er náttúrulega stór hættu. Þetta er lítið leikrit, en ég tók nokkrum sinnum þátt í þessu leikriti með mismunandi svona leikendum, persónum og leikendum en leikriti var yfirleitt samt alltaf svona sögþráðurinn var svona. En hvernig leið þér þegar einmitt verkstjóri Ora ræðir þarna með móðina og í raun og veru hótar að segja henni upp ef hún ætlar eitthvað að vera með meira vesen? Ég hugsaði mér að maður ætti að velja sér orðstur og þegar að öll eru botnin hvolft þá eigum við það sameiginlegt með fólkinu sem við vorum að skrifum og erum að skrifum að þegar að við erum konur upp á vegg þá gerum við það sem best fyrir okkur. Það gera það allir, hvort sem það eru fyrirtækjaeigendur eða stjórnmálamenn eða... Já, við verjum heimildamenn. Við verjum heimildamenn okkar alltaf. Ég hef sagt en í þessu tilviki að þá auðvitað ég sagði aldrei, ég vitnaði aldrei í mömmu, skilur. Nei. Og hún staðfesti aldrei heldur hún hefði sagt mér neitt. En menn bara þykjast vita, þú tengir punktana. Já. Páll Stefánsson kom einu sinni, þá var ég bara nýlega byrjaður, Ég byrjaði 87, þetta hefur verið svona, nýlega byrjaður. Þá voru Subaru bílar sem hafði flætt yfir, einhvers staðar voru geymdir einhvers staðar út í Rotterdam með eitthvað og Ingvar Helgason sem þá var með umboðið flutti þá inn, án þess að láta vita að þetta væru bílar sem hefðu lent í flóði, Og þá var Páll Stefánsson auglýsingarstjóri ekki ánægður með mig. Það var fyrsta skipti sem ég sá hann svona. Og það endaði með því að hann var rekinn niður hringstegan aftur, maður setti hringstegunum. Af því að þetta var, hann hafði ekki neina heimil til að vera ekki að bögga mig þarna. En ég stóð ekki einn í því að losna við hann mann. Það var bara, ég held að það bæri fyrir réttastjóranni og kannski Elías Snæland sem rakan bara niður. Já, en þeir menn rækja hlutverk sitt með misjafnlegum hætti. En ég á nokkra svona minningar af Páli Stefánsinni, Þetta var svona básafyrirkomulag og stundum byrjuðu samskiptin á því að Stefánsson kom með blað dagsins upprúlaði í hendin og barði svona í öxlina á manni til þess að fá athyglinna. Og þá var það út af einhverju sem að því að neytendasíða eðli málsins samkvæmt hún svona veður svolítið eins og yfir það sem fyrir verður. Jú, á að vera mjög upplýsandi. Og það auðvitað kemur stundum niður. Og innst hefur Páll alveg viðurkennt það bara. Já. Þjónaði bara hagsmunum hans að stoppa þetta. Hann leit svo áheld í stundum að hann væri að fræða sveitamannin það hvernig landslagið væri í raun og veru. Ég gerði meistararitgerð í blaðamennsku 2014 held ég
rannsókn þar sem ég ræddi við ritstjóra fjölmiðla þrýstingin, eldvegginn sem á að vera á milli auglýsinga og ritstjórnar og niðurstaðan var að hann náttúrulega mjög brothættur þessi eldveggur, eða var þá úr gleri og stundum mölbrotinn og því minni sem fjölmiðlarnir eru því náttúrulega sterkari verða auglýsingahagsmunir. Já, ég get sagt allavega upp á heimildin, ég held ég myndi nú ekki leyfa neinum auglýsingamanni að berja mig á öxlina að þess að eitthvað högt tilbaka sko, og fast. Það alveg, og eldvegurinn ekki úr gleri hjá okkur sko, og það einmitt það sem að maður sér þessum gömlu bransasögum þessi nánu tengsl eigandafjölmiðluna við fréttastofuna, þá gegnum ritstjóran og síðan framkvæmdastjóran og annað og ég man alveg, ég vann upp á DVF, ég vann upp á Hringbraut, ég vann upp á Fréttablaði, það var bara allt annað hugafar heldur en til dæmis upp á heimildinni þar sem ekki múk, það hefur ekki verið sko, stoppuð ein frétt hjá mér, ekki eitt stafi breytt þegar kemur að minni umfjöllun það bara allt önnur saga heldur maður hægt að segja Hringbraut eða Fréttablaði. Það gott að heyra. Ja, og sko og það það sem svo mikilvægt að sjá til dæmis bæði Ingibjörg og Jón Trausta í þessu hlutverki upp á heimildinni hvað þau eru hörð að taka alla barda. Skiptir engu máli hvað getur mögulega gerst. Hvernig þú ert mögulega bara svona því sé haldið til haga þá upplifið það aldrei að það væri neitt sem að væri stoppað. En þetta var meira svona eftir að blaðið komið út og menn átt að sjá því að en augljóslega verið að leggja línun það er verið að setja það er verið að setja upp ákveðin girðingu þú kemst upp með þetta núna en þú veist alveg hvað gerist næst og þetta náttúrulega bara stór hættulegt í fjölmiðlum þegar sko eignarhaldið þannig að þetta einhverjir milljarðmæringar þegar módelir og tekjumódelir byggt á því að peningarna verða að rúlla inn sama hvað það kostar og það bara því miður oft erum við að sjá þetta ekkert bara hér á Íslandi heldur allan heim hvernig peningar geta eyðilagt góða fjölmiðla þeir gera það en þarna ertu líka sko, mér finnst það eins og sé eitthvað smá ruglingur sko, því að til dæmis Sveinn Eyjólfsson sem var útgefandi DVF að hann skipti sér aldrei hann var mjög kurteis maður og svona spjallið maður hitt hann en að hann væri eitthvað einu sinni hringdi mig eitthvað bandúðu maður út eitthvað, ég man ekki hvað það var og sagði mér að væri vinu Sveins og væri réttast að tala bara hans eðan, ég gaf hann bara samband í símon til Sveins og Sveinn hældi mig mjög mikið fyrir þetta þegar við höfum fullt frelsins og Jónas Kristjánsson hann varði mann sko hann var ekkert að spyrja hvaðan ég hefði þetta bara ertu viss eitthvað svona sko til að bara en svo hægt hann að spyrja þannig þetta bara eftir kynntus betur en það var aldrei verið að draga frétti tilbaka eða þá var auglýsingastjórin sögur af fleiri auglýsingastjórin sem eru reiðir eða eitthvað að missa samninga en að okkur væri gert að hætta umfjöllun eitthvað aldrei nokkuð tíma ég var eins og miklu stuði og þá sagði svona læti í kringu og þá sagði Jónas Kristjánsson sem var nú ekki mjög væminn maður og sagði bara þú vissi hvað okkur ekki væntum þig þá var ég með possina sko dag til dag en það var ekkert verið að spyrja hvaðan hvernig bara þeir tristu bara sínu fólki en svo kemur eins og hann það svona utanakomandi eitthvað og Ellert hefur svona hann átti til svona einstöku sinnum að svona skjóta með hægri þegar hann átti að gera með vinstri sko Já, hann vissi ekki alltaf hvar línan lá sko en að því að við erum að tala um þetta sko þá finnst mér rétt að rifja upp söguna ég á eitt tilvik það að svolítið sem ég var búin að skrifa og búin að fullvinna var síðan aldrei birt og það vegna þess að þegar ég vann lengi fyrir tímarit sem heit Frjáls verslun og þar skrifaði við nærmyndir af fólki í viðskiptalífinu og yfirleitt með því bara að flettu bæði atriðum þess og tala við vin og kunningja og þú veist svona teikna upp einhverja myndi þetta er ekki Frjálsverslun var ekki fjölmiðl sem flettir ofan af fólki skilurðu, við vorum ekki að róta í nærfattsskúfum alls ekki þessu efni alls ekki og en eðlimálsins samkvæmt okkur fannst það svona góðir mannasiðir að þá var alltaf lokant hnykkurinn í ferlinu það var að hringja í þann sem við vorum að skrifa og segja honum að nú erum við búnir og
þetta yrði í næsta blaði og ég skrifaði einu sinni svona nærmyndum Kjartan Gunnarsson sem þá var framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins og bjóð til grein sem að mér finnst ennþá bara mjög fín en svo þegar ég hringdi Kjartan til þess að segja honum að við ætlum að birta þetta þá sagði Kjartan, ég vil það ekki og ég eftir bara öxlum yfir því og sagði, já, það er allt í góðu lagi en við ætlum samt að gera þetta og þá Kjartan gríðarlega kurteis maður, vel gefinn og kann að tala undir rós hann fór að segja mér frá því að hann hefði lært lögfræði og meðal annars hefði hann skrifað ritgerðum mörg einkalífs og fjölmiðla og ráðlaði mér að lesa hana og ídrekkaði þá skoðun sína hann vildi ekki að þetta væri birt og ég bara eftir öxlum yfir því og við kvöddumst og sem svo sagði ég eiganda blaðsins eiganda fyrirtækisins Benedikt Jóhannssyni, ég sagði honum frá þessum orðaskiptum og við höfum svo sem nokkuð gaman að þessu en ákváðum að það væri nú skemmtilegra svona kannski taka annað símtal á Kjartan og fá leyfi hjá honum og Kjartan, ég hringdi aftur í hann og fór svona útlista það fyrir honum og hvað svona efnistök okkar og þetta Kjartan hlustaði lengi á mig og svo sagði hann, þetta er hlutafélag það ekki sem á þetta blað ég vissi faktisk ekki það nákvæmlega en svo þegar ég sagði Benedikt frá þessum orðaskiptum okkar þá sagði hann að þetta væri nógu skýr hótun til þess að við skildum ekkit vera við skildum bara leggja þetta til hliðar og þá var hann í rauninni að segja að ef við ætluðum að halda okkar striki þá myndum bara kaupa fyrirtæki Kafbáturinn í Landsbankanum eins og Þorvaldur Logason kallar þennan Kjartan í bók sinni Heimreiðareilitina og stór undrast í bókinni ég vonaði að hafið allir lesið þessa bók stórundrast að hann hafi ekki verið kallaður fyrir í rannsóknarskýrslu Alþingis hann hafi kannski bara notað beitt sömu meðlum þar og við þig hann hafi bara sagt réttu orðin til þess að þeir vildi ekki tala við þetta er hvað segja þær í Ameríku speak softly but carry a big stick þetta er ákveðin íþrótt þetta er ákveðin listgrein að tala við menn þannig að yfirborðið sé svona slétt og fellt en þú komir samt þeim skilaboðum á framfæri að þér sé mjög mikil alvara með þessu en þetta er augljóslega bara hótun og það ber að taka því alvarlega þegar menn eru byrjar að hóta og þá í þessu tilfelli maður sem augljóslega var með völd á sínum tíma að hann sé að hóta ekki bara blaðamanni heldur fyrirtæki blaðamannsins. Og hvað haldið að ritstjórar flokksmágagnana hafi fengið mörg svona síntöl í gamla daga? Kjartan Gunnarsson, ég man ekki þegar Fréttablaðið var og bónusveikar hefur keypt á þetta 8 ára leyndarmál og þá var rosalega styrt milli okkar á Sjálfstæðisflokksins bara þeir þoldu okkur ekki og ég man ekkit af hverju ég fór á fund við Kjartan hérna í Valhöll í stóra fundarherbygginu það sátu við tveir og þetta er á þeim tíma þegar fólk mátti styrkja stjórnmálaflokka held ég nánast að vild bara fólk og fyrirtæki og hann er áslega reiður mér og Fréttablaðinu og Gunnari Smár og Jóni Ásgeiri sem ég hefði ekkert með að gera nema það að hann segir svo að leina því hverjir eiga Fréttablaðið og veist þú það eitthvað, já og þá sann, ég vill ekki bara segja mér það og segja, jú, nú bara þá legg ég til að við tökum bara sikkvort að 4 blaði hérna ég skrifa niður eigendur Fréttablaðsins og þú helstu styrktaraðila Sjálfstæðisflokksins og Davíðs Oddssonar svo skiptustu bara blöðum bara 1-1 og hann verður alveg rosalega reiður og þá segir hann allt sem þið gerið muni við stöða allt sem þið gerið muni við stöða og hvorugur okkar bræðra hefur verið launþegi einhvers staðar í áraraðir Gunnar Smári fengið að finna fyrir sig meira ég og við bara höfum ekkert komist að þessi klíka, hún er svo sterk og þarna var mér bara sagt að þið bara eruð út af Guð og gaddinn og þetta bara hefur nokkur gengið eftir og ítök Kjartans og vinans í atvinnulífinu eru svo mikil á þessum tíma að þið verðið brennimertir þið eru eitrar við erum báðir brennimertir þetta er rosalegt
náttúrulega ekki eðlilegt. Þetta náttúrulega ekki eðlilegt. Nei, en bara, sko, ég náttúrulega vann þarna á pressunni og ég var rannsóknarblaðamaður 2 ár í röð og þannig ég þekki þessa baráttu. Kannast við þetta? Já, og oft þetta, sko, mann líður illa sem þú svona heima, bara komin á kvöldi, sko, og bara, hvað afleiðingar hefur þetta, sko, en bara alltaf trúr blaðamennskunni, það bara það. Mér langar að segja, muni allir eftir hérna Magnús Thoroddsen-málinu, forseta Hæstaréttar og brennivín. Eða sko, örugglega ekki allir með því að við erum menn komnir yfir miðan aldur, þannig að þú kannski reifar málið aðeins. Já, sko. Og þó ég viti það þá líka, þó í sungur, það var ekki yfir alla. Nei, Magnús Thoroddsen var forseta Hæstaréttar og þá hafði hann sem slíkur heimild til að kaupa áfengi á ráðherravíni, sko. Þetta er Gunnars Mári, sko. Já, fyrirgefið þetta. Ég ætla bara að slökka á þessu. Segðu hann að hann komist að síðar. Já, en það sko, er þannig að hann kaupir, fyllir bara bílskúrina að áfengi sem hann keypti þegar hann hafði verið handhafi forsetavalds. Þá fekk hann afslátt. Þá gat hann keypti þetta. Og hann bara fyllir bílskúrin. Og það var Arnar Páll Hauksson á RÚV sem skúpaði þessu stóra máli. Já. Og þannig að það er svolítið spæling, sko. Við mistum hérna skúpi sem við vissum reyndar ekkert að væri að verða til, sko. Nema ég næ öðrum sem höfðu verið handað forsetavalds. Ég hélt bara áfram með málið og ég fer til manns sem hefur mikinn haga birtingunni ef ég segi frá þessu. Ég get ekki sagt hvers vegna, þessi maður hafði hagað því og ég fæ hjá honum gögn forsætisráðherra og forseta Alþingis og þetta er alveg óheyrilega mikil áfengiskaup og ekki eins og hjá Magnúsi, en svo fæ ég líka gestalista á heimili forsætisráðherras til að bera saman við, af því að hann mátti bara kaupa, sko, til að veita, ekki til að safna í bílskúrin og ég ber þá saman gestalistan og innkaupin og þetta er alveg ótrúlegt fyrir bara, en áður ekki það þegar ég kem með gögnir á DFF og aldrei þessu vant, þá Jónas bara í vinnunni kl. 2:30 að degi, hann vakna alltaf mjög snemma, sko, og að fara svona hádegi, þannig ég get farið inn til hans, loka hurðinu og fer að ræða við hann og segja það að það sé þó þannig að sá sem lét með hafi þetta, hafi haga birtingunni og þá sagði Jónas, og hvað finnst þið þá að ég gera? Þá segi ég bara sama hvaða gott kemur. Þetta er hérna borðleikjandi. Jú, hann var alveg sammála mér, þannig ég fyrir málið. Og þá til að þau vildu fara að gera eitthvað graf þetta, en ég fekk Gunnar Andresa með mér upp á Ríkið og Skúlagötni og Snorrabraut og fekk að fyrir lagerinn og við röðuðum upp á vörubretti. Það sem að ráðurinn hafi keypt heim til sín. Ljósmyndarinn Knái. Já, og þetta var grafið okkar bara. Ég með þessa ofboðslega mikla magna áfengi og þessi mynd fór nú við á þeim tíma. Þið eru svo ung, hvernig? Nei, ekki talið þú. En og þannig að við lefum mjög vel það, en ég ætla að segja, sko, þetta með Magnús sem hann náttúrulega misti jobbið í Hæstarétti, en Jón Steinar varðan og þegar hann að flytja mál sitt þá koma krakkar úr lagadildinni og ég maður það kom smá pása, fórum alltaf út að reykja svona, þá voru krakkarnir að segja, vá, Matlock, hvað, sko en svo mann ég alltaf Jón Steinar endaði með þetta að segja Magnúsi grandvar og heiðalegu maður. Ég legg málið í dóm. Nei, þarna sko, vissi ég að sásnum með hafi þetta, hafði óbeinan hagaði. Hann birti það samt. Já. Einmitt, sko, þetta eru mjög áhugaverðar sögur sem eru sagðar við þetta borð. Þið hafið líka kannski eins og ég vaxandi áhyggjur núna af bara stöðu fjölmiðlunar á heimsvísu samanber það að Trump farin að leyfa sér að kalla þá fjölmiðla ólöglega sem ætla að vera honum gagnrýnir og sko nú kunni þið að hugsa að þetta er nú aldrei hér en það sem að gerast í Bandaríkjunum núna bara, mann óraði ekki fyrir því fyrir 2 mánuðum að það sem að gerast í dag myndi gerast fyrir 2 mánuðum og
þetta einhvern veginn alltaf á þeytingi, þetta á flegi ferð öll okkar viðmið og hugmyndir okkar samfélagið og fjölmiðla sem hornstein lýðræðis. Erum við ekki skítræddir að blaðamennskan sé einhvern veginn að lenda í ræsinu bara? Það má víða sjá merki það, en þetta auðvitað hluti líka af þessum breytingum sem að alnetið hefur leitt yfir okkur. Og vegna þess að þegar við erum að tala flótta úr blaðamennsku yfir til starfa sem er svona hagsmunastarfa, þá má við heldur ekki gleyma því að interneti sem auglýsingamiðl, það hefur grafið undan, það hefur veitt hefðbundnu fjölmiðlum svo mikla samkeppni, tekið frá þeim svo mikla auglýsingatekjur að þeir hafa bara dáið. Og ég held að við höfum verið svo jákvæð gagnvart þessari þróun svo lengi vel, vegna þess að við heldum að internetið yrði uppspretta allra upplýsinga fyrir alla. Og við trúðum á markaðslausnir. Og við heldum að ókeypis fréttir gætu gengið sem koncept. Já, en nú vitum við betur að við höfum sem sagt hver og einn maður hefur í vasanum aðgangað öllum upplýsingum heimsins. Og þetta dásamlega tæki notum við síðan til að horfa á kettlingavídeó. En samt erum við ekki öll blaðamenn eins og einhver íslensku þingmaður lét hafa eftir sig. Það rosalega miskilning. En faktorinn sem heitir vantraust almennings og vantraust lesenda í garð alls sem heitir opinbert vald, opinbera stofnanir, þess vegna þar með tali fjölmiðlur, að það hefur leitt til þessa sem stundum kölluð upplýsinga óreiða í dag. Það veit enginn hvað er rétt. Þú velur þér bara þinn sannleika af internetinu og þá var það eftir ef þú hefur áttað þig á því í hvaða búblu þú vilt vera, að þá var það bara ekkert neitt annað, skilurðu. Og þá skiptir engu máli hvað stendur í blöðunum eða hvað Ríkisútvarpið segir eða hvað BBC segir eða Washington Post eða hvað það er. Þú veist betur, vegna þess að þú lest bara búin að koma þér upp þínum miðlum sem að fóðra þig á þeim upplýsingum sem þú vilt, og inn í þetta tómarúm ganga síðan þeir sem vilja misnota þetta ástand og láta algoritman og tæknina hjálpa sér til þess að fóðra þig á því sem þú greinilega vilt heyra. Þannig að þetta stríð er tapað. Já, þetta fjölmiðlar eiga náttúrulega bara undir högg að sækja núna á 21. öldinni með tækniöldinni og bara tækniframfarir eru að hafa mikil áhrif, en ég held að við sjáum til dæmis þeir fjölmiðlar sem hafa haldið í bara grunngildin sín alveg í mjög langa tíma munu þola þetta eins og þeir hafa þolað aðra árásir. Við megum ekki gleyma því að En okkur hefur fækkað íslensku fjölmiðlar, mjög stórir fjölmiðlar hafa fallið úr leik. Algjörlega, en við höfum séð tímabil í sögunni þar sem kannski ekki jafn mikið ára sem hafa verið á fjölmiðla, en við höfum séð svipað. Ég meina Nixon dregur New York Times og Washington Post fyrir Hæstarétt Bandaríkjanna að segja með þeim ekki birta efni sem það hafa undir höndum. Við höfum séð í gegnum tíðina pólitíkus að ráðast á fjölmiðla, en þetta er náttúrulega alltaf að aukast. Það sem kannski númer 1, 2 og 3 í þessu er að muna þessa svokölluðu klísju eins og kannski margir vilja segja, en það er að fjölmiðlar eru fjórða valdið. Og það er hlutverk fjölmiðla alltaf að gagnrýna valdið. Skiptir engu máli hver er með það, hvort það sé hægri, vinstri, miðji eða hvernig sem fólk vil flokka þessa pólitík. Og þeir fjölmiðlar sem hafa sýnt fram á að þeir geta alltaf gagnrýnt valdið, burt sér frá stjórnmálum. Það eru í raun og veru einu fjölmiðlun sem er að taka mark á. Þú sér til dæmis í Bandaríkjunum Fox News þegar demokratar eru við völd þá gagnrýna þeir, en þegar republikur eru við völd þá hrósa þeir. Og alveg hástöfum og bara ljúga hægri vinstri í sínum fréttaflutningi. En sumir vilja meina akkurat þetta hafi gerst, að til dæmis á heimildinni þið séu vinstri sinnuð og séu með ákveðna hagsmuni á því algjör þvæla. Já, ég veit það, en að auðvitað myndi segja það og vonandi er það bara satt hjá þér. En umræðin er samt svona polariseruð að morgunblaðið séu í pólitík, þið séuð í pólitík og tiltrú á fréttamennsku er í frjálsu falli, plús það sem að skipta nú ekki lyklumáli, að þeir sem að starfa við það að skrifa fréttir þeir eru bara færri og færri frá degi til dags. Algjörlega, en akkur heldur þessar árásir séu, og það er einmitt hlutverk árásana, það er að koma upp vafa á alvöru fjölmiðla.
Nú, sko, það má gagnrýna marga fjölmiðla fyrir sín störf og það sést líka bara í fréttaflutningi þeirra. Hvaða fréttir hafa komið með, hvaða verðlaun hafa verið unnið eða hvernig hafa verið unnið undanfarna áratugi. Þú getur bara útiloka strax mjög marga fjölmiðla í heiminum af þessu horni. Fox News hefur því mann skapa nokkuð hlut nema áróður. Það er bara tölun að sýna það. Það verður engin fjölmiðl verið jafn illa upplýsandi fyrir sína áhorfendur eins og sá fjölmiðl. Kannan hafa sýnt að þeir sem horfa á Fox News eru með þeim verst upplýstu einstaklingum í heiminum. Bara, þú veist, þú getur séð þetta. En árásir til dæmis eins og við á Heimildi sem eitthvað vinstri sinnu, veist, þetta er bara algjör kjaftaði. Bara ég getur sagt það hreint út. Ef að það skiptir engu máli hvort að það sé hægri stjórnmálafólk eða vinstri stjórnmálafólk sé við hendi. Þú veist, ég var með braggamála að ráðast á vinstri menn í borginni, ég var í hægri menn í ríkisstjórn. Þetta er bara alltaf sá sem er valdið ég að ráðast á. Og kannski hefur þú segir Heimildin hefur verið vinstri. Við höfum bara lítið þekkt annað heldur en hægri stjórnin á Íslandi. Þannig að auðvitað sá fjölmiðill sem gaggrínir hægrið, samkvæmt þessari formúlu, auðvitað hlýtur sá fjölmiðill að vera vinstri sinnaður. En finnst þér blaðamennska mokkans eðlileg eftir stjórnarskipti núna? Mér finnst alltaf mjög gaman að sjá þeir að senda mjög mikið af fyrirspurnum á ráðuneyti og annað. Ég hef ekki séð það í langan tíma að þeir eru að gera það. En ég ætla samt sem áður að segja það er mjög gott að mokkinn sé þá að taka upp núna góða blaðamennsku með að spurja spurninga, með að senda beiðnir vegna þess að þeir eru þá allavega að sinna sínu hlutverki sem grunn fjölmiðl að vaða í valdið. Er ég sammála að þið kannski hefðu átt að vera með sömu vinnubrögð þegar hægri stjórnin var að sjálfsögðu. En ég get ekki sagt að ég get gagnrýnt mokkan fyrir að vera erfiðir vegna þess að það eru það sem fjölmiðlar eiga að vera. Þeir eru að vera erfiðir við valdið. Og það má síðan fara í hitt þessu umræðu einmitt, hvernig voru þegar Sjálfstæðisflokkurinn var við völd og annað. En ég ver mokkan alveg jafn mikið og aðra fjölmiðla svo lengi sem þeir standa sig. Já, það við skulum samt ekki gleyma því sko, að núverandi eigendur Morgunblaðsins Algjörlega. Að þeir hafa sagt frá því opinberlega að hver tilgangurinn var með að halda útgáfu blaðsins áfram. Við vitum það var að verja sjávarútvegsstefnuna, komið veg fyrir Ísland gangi í ESB og svo man ég ekki lengur hvað það þriða. Stjórnarskrá komið veg fyrir það. Og þannig má vel halda því fram að markmið eigenda fjölmiðilsins, þau eru ekki endilega að upplýsa lesendur. Þau eru svona áráðuskend og pólitísk. Þegar þú segir að Heimildin sé ekki í pólitík, það ég ætla ekki að gera neina athugasemd þá yfirlýsingu, en sko þau áföll eða sá hnekkir sem að orðstýr Heimildarinnar hefur beðið, hann algjörlega heimatilbúinn. Og þá á ég við þau átök sem hafa orðið inn í eignarhaldsfélaginu sem gefur þetta út og svo uppákoma þegar að Heimildin keypti mannlíf, tók það upp til sín að það olli Heimildinni sem trúverðum fjölmiðli miklu meira tjóni heldur en allur áróður sem berst ofan frá Rauðavatni. Já, eins og ég segi, það bara stór veggur hjá mér og framkvæmdastjórn, hjá ritstjórn. Já, en ef þú vilt vita sko hvaðan vantraustið kemur. Og þessin segi aftur að blaða með Morgunblaðsins sem að vinna þarna uppi á ritstjórn hafa ekkert í raun og verið að gera með eigendunar. Og við vitum jú og það sem að segja að blaðamenninni sem vinna þarna, við verðum aðeins að setja líka, það eldveggur. Hann þykkur eins og þið lýsið í gamla daga var neitt sérstaklega of þykkur. Ég ger ekki ráð fyrir neitt þykkar. Vitum við hvort það sé þykkur? Ég bara lesi rosalega mikið af góðum greinum eftir góða blaðamenn á Morgunblaðinu. Algjörlega. Ég ætla ekki að mótmæla því. Og það fullt af fréttum sem eru góðar og koma sem menn segja að þetta nú bara út eigendunum. En það svo auðveld afsökun. Fyrir menn að segja bara að þetta bara verið að ráðast á hvort sé góða fólki eða vinstrið vegna þess hvernig eigendur en ég verð bara að verja suma blaðamenn. Ég ekki að segja alla og mér alveg saman hvort það hafi verið búið mokka eða djefa fyrir annar staðar og líka tengja saman eignatengsli. Ég siti ekki eina fundi
á neinum stjórnarfundum eða ég ekki niður í framkvæmdastjórn að taka ákvarðanir varðandi einhver eignarhluti eða kaupa okkur hlutum. Ég vil aldrei verið heldur. En það er náttúrulega grundvallar. Það er ekki verið að ráðast það var enginn að halda því frá. Það er bara málið að einhverja ákvarðanir í eignatengslum fyrirtækisins hafa áhrif á mína vinnu. Nei, það var ekki það sem ég sagði. Við vorum að tala tiltrú almennings á trúverðuleika fjölmiðilsins og ég var að benda þér á það að sá vandi heimatilbúinn. Á blaðamennina sem skrifa greinina eða á framkvæmdastjórinn sem skrifar það ekki. Já. Það er nefnilega málið. Ég get alveg farið að hella mér yfir framkvæmdastjórnir einhverja fjölmiðla og hvaða heimskula ákvörðun þau taka. Ég get alveg gert það. En að ráðast á ritstjórnina með ákvörðun minn á framkvæmdastjórn, það akkur það sem oft vandamálið. Og við verðum bara að vera heiðarleg með það að það eldveikur þarna og sérstaklega upp á heimildinni, þá hef ég, ef það myndi einhver inn á framkvæmdastjórn heimildina að segja við mig eitthvað myndi varðandi mína fréttamennsku, ég myndi bara kurteislega segja það, fokka þér. Það mjög sterkur eldveikur hjá okkur, við stöndum mjög þétt saman blaðamennir og ég veit að líka ofta Morgunblaðinu og öðrum fjölmiðlum að við megum ekki ráðast á fjölmiðluna vegna framkvæmdastjórnarinnar, við verðum þá ráðast á málefnalegum mótum hvað gerast á ritstjórninni. Og það bara tvennt ólíkt. Má ég koma Já, það frábært. Sko, ég ímynda mig það á mókonum á þess að vita það, ég ímynda mig það að andinn sem fylgir ritstjórunum, hann allt. Örugglega. Já, þetta þannig maður að andin hans allt. Já, það ekki að spyrjast fyrir það neitt. Ég held bara andi hans allt. Alveg eins og það að lýsa þið. Nú þið duglegir að senda fyrirspurnir. Það ekki að því að þeim þykja endilega fréttnæmt. Þeir að reyna að leita að höggi á núverandi ríkisstjórn. Þetta allt gert með einhverju svona skipul. Það alltaf eitthvað plan í gangi. En það vont að reyna að finna eitthvað sem að? Það slæmt fyrir samfélagið? Nei, það ef að einhver sagan þessi að þegar að sjálfstæðisflokkurinn á í vanda þá mokkinn í burtu. Það bara þannig, það var þannig. Já. Ég var þingfréttamaður í mörg ár og það það sem við þá gagnrýna. Hvar var ritstjórn Morgunblaðsins í stórum fréttum þegar sjálfstæðisflokkur var í rugli? Svo annað sem ég svolítið sérlundað með þetta. Þegar talum að fjölmiðill sé fjórða valdið. Ég hef aldrei litið á mig sem valdsmann. Ég er búin að vera blaðamaður í 40 ár og ég hef engin völd, ekki nokkur völd. Já, þú hefur vald til að segja sannleikann. Þú vald til þess að birta gríðarlega mikið upplýsingum sem að kannski ykkur heimildamenn gefa. Við erum að tala um þrískiptingu valsins. Já. Og fjölmiðillinn, hann hefur ekkert, hann ekki útheimt einhverju valdi. Hann getur látið ríkisstjórnin falla, hann getur látið dómara víkja úr. Það áhrif. Það nefnilega máli. Öllu valdi fylgir ábyrgð og það gríðarlega ábyrgð sem þú hefur sem fjölmiðill. Að fjölmiðlar hafi getað sagt Sigmundi Davíð hætta sem forsætisráðherra eftir skrifalíkin. Enga veginn. En það er það sem að valdið. Hann hefur aldrei haft vald til þess. En hann hefur birtingarvald og hann hefur upplýsingarvald til almennings sem fylgir gríðarlega. Þú var lítið á sem valdsmann að fá þig gullnapp og allt það þú vilt. Nei, ég lítið ekki á mig sem það. Ég er bara að sína, ég er að segja bara, við verðum að vita hvert vald okkur sem blaðamenn. Og við verðum að fara á og verðum að fara varlega með það vald og áhrif sem við getum haft. Ég get ekki lítið á mig sem valdsmann. Ég hef aldrei getað það. Ég er ekki að segja ég lítið á mig sem valdsmann. Mér er svona asnalegt rós sjálfur sér. Alls ekki. Ég sé svo mikill maður, ég er bara eins og Jón Sýslumaður. Eingöngu er þetta byggt bara á þessum blaðamannakenningur sem snýst hvernig við hefum skipt valdin í þjóðinni og þá kemur fjölmiðlar hann inn sko. Það getur verið velverið þinni skoðun. Það eru þeir sem eru á mót okkur, þeir nota þetta á okkur. Hvað gerir þið? Þið eru fjórðavaldi, gerir þið eitthvað? Já, þá erum við bara sammála og ósammála. Það er ekkert flóknir á það. Það verður oft mjög stutt í kvikunni hjá fólki þegar við ræðum þessi mál. Við höfum séð þætti hér bara við þetta rauðaborðum fjölmiðlum bara leysast upp í 12 mínútna brjáluður yfirleildi. Nei, þetta er bara umræði sem við eigum hérna. Ekkert að þessu, hún er bara rosalega holl. Öll umræði er holl. Þetta er gamli. Svo lengi sem hún byggist bara einmitt á staðreyndum og skoðunum. Við megum alveg, ég og Smið, vera bara ósammála á þess að við séum
Ég er ekki að finna því. Ég er að segja að það er eitthvað varðandi dýnamíkina og varðandi áhyggjur okkar af fjölmiðlun samtímans sem leiðir til þess að það eru miklar tilfinningar innan brjósts hjá okkur og það er ótrúlegt að ef það verður að stjórnskipunar og eftirlitsnefnd fari að rannsaka blaðamennsku ofan á allt annað. En kæru vinir, við verðum að hætta núna. Þessi klukkutími hefur bara liðið hraðar heldur en... Ég á 15 mínútur inni. Þú er bara að koma á réttum tíma næst. En þannig að ég veit að það eru gestir sem að bíða eftir stúdíunum hjá okkur núna og the show must go on. Ég fæ ykkur kannski bara til þess að halda áfram með umræðina síðar, alla þrjá. Það var í gaman. En Páll Ásgeir, kæra þakkir, Bjartmar og Sme, veriði sælir að sinni, ekki fara langt, kæru áhorfendur og hlustendur, við höldum áfram með rauðaborðið eftir andartak. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.